Með háskólagáttinni þá erum við að gefa fólki möguleika á að komast inn í háskólanám, jafnvel þó það uppfylli ekki öll formskilyrði eins og hafa stúdentspróf. Fólk sem hefur einhvern tímann farið af brautinni, langar núna til að taka upp þráðinn aftur, þá er þetta góð leið. Já, ég sem sagt kláraði aldrei stúdentinn. Ég hætti námi og fór strax að vinna í hestamennskunni og ferðaþjónustu. Og svona fann að það væri komin ákveðinn tímapunktur í lífið mitt að breyta til og klára þetta nám, stúdentsnámið, þennan grunn sem maður þarf. Ég valdi þennan stað bara einfaldlega vegna meðmæla sem ég hafði fengið og líka eftir að hafa komið hérna á opna daginn þá hreyfst ég líka bara algjörlega af staðinu. Ég fór á háskóladaginn sem var haldinn fyrir ári síðan í háskólanum í Reykjavík og þar kynntist ég svona náminn á Bifröst og þetta bara heillaði mig alveg. Mér hugsaði bara þarna gæti ég fundið mig og svona maður búinn að vera alltaf með ákveðin svona að fresta að fara í frekara nám og klára það sem maður byrjaði á í rauninni. Við erum að leggja mikla áherslu á íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku og erum þannig að byggja undir þessi grunnfög sem oft ætlast til þess að fólk hafi góð tök á þegar kemur inn í háskóla. Og þetta náttúrulega unnið í svona lotum þannig að maður ekki öllum fögum í einu og mér finnst það bara ganga mjög vel. Og mér finnst bara námið vel skipulagt og það er að koma inn vikulegt efni sem að maður vinnur þetta bara svolítið eitt verkefni í einu. Það hefur gengið vonum framar í náminu hjá mér. Ég var mjög kvíðinn að byrja í náminu því ég var aldrei góður námsmaður. En það er mjög góður stuðningur hérna fyrir fólk eins og mig, það sem ég er með lesblindu. Þetta er óskaplega gleðilegt að sjá hvað gerist. Ég tek við fólki brotnu úr stærðfræði stundum, ég kenni stærðfræði ásamt fleiru og það er ótrúlega gaman að sjá þá sem voru svolítið litlir og beygðir þegar þeir komu inn í námið en átta sig síðan á að þetta er ekkert mál, þetta er vinna. Með vinnunni þá tekst þetta og svo sér maður fólk vera alveg komið á kaf. Það er auðvitað það skemmtilegasta sem kennari að upplifa. Það þurfti náttúrulega svolítið átak að fara að byrja að læra aftur og læra og koma sér í gírinn með fullri vinnu og heimil og börnum og allt þetta. En þetta hefur samt gengið alveg ótrúlega vel og það bara með stuðning frá heimilinu, fjölskyldinu og manninum og vinnunni þá bara hefur þetta gengið rosalega vel. Það er okkar reynsla af þeir sem hafa farið í gegnum háskólagáttina hjá okkur að þau eru að standa sig mjög vel þegar þau koma inn í háskólann. Þau eru komin í góðan gír, þau eru búin að venjast miklum kröfum í verkefnaskilum og frágangi og vinnubrögðum þannig að þau eru að koma mjög vel undan þessum vetri sem fer í háskólagáttina.